Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi. Og við erum í miðjum kórónufaraldri og við erum komin inn í kreppu og á leiðin inn í ennþá dýpri kreppu og við erum á leiðin inn í það sem hefur verið kallað kosningavetur. Það Katrín Jakobsdóttir hefur líklega eftir að hafa ráðsfært sig við nógu marga formenn flokkanna til þess að það standist, hefur sagt að stefnt verður að kosningu 25. september á næsta ári. Það 411 dagar þangað til, 13,5 mánuður. Til að ræða svona stjórnmálaástandið og kannski velta fyrir sér hvernig flokkarnir eru búnir undir kosningar, hvort það sé einhver umrót eftir innan þeirra eða hvernig ástandið muni leika þá og hvernig þeir muni mæta til kosninga. Hef ég fengið hingað góðan hóp. Það Björt Ólafsdóttir sem var alþingiskona og ráðherra. Jón Trausti Reynisson, hann ritstjóri Stundarinnar og Þórður Snær Júlíusson, hann ritstjóri Kjarnans. Og svo Jóhann Páll Jóhannsson, blaðamaður hérna með okkur líka. Kórónufaraldurinn, hann það kaflaskipti í honum núna bara rétt fyrir helgi og tölvur svona breyting í umræðin það, meiri svona gagnrýni á aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Margt sem benti til þess að faraldurinn sjálfur, ekki bara viðbrögðin við kreppunni sem honum fylgi, gæti haft mikil áhrif á stjórnmálin og svona andrúmið í stjórnmálunum. Ef ég má byrja á þér, Þórður Snær, heldur að það ráði miklu svona stemminguna í stjórnmálunum, traustið á ríkisstjórninu og svona hvernig faraldurinn muni akta, hvernig hann muni leika okkur? Engin vafi. Ég held að ríkisstjórnin hafi notið þess mjög framan af að vera með öflugt teymi sérfræðinga sem hafa stýrt sóttvörnum hér og þau hafa svona getið verið í vari af því fólki. Stóra pólitíska ákvörðunin sem hefur verið tekin, svona fyrir utan það að útdeila fjármunum víða og fyrst og síðast kannski þeim fjármunum hefur beint að ferðaþjónustunni var ákvörðun það að svona liðka fyrir frekari opnun á landamærum Íslands og það hefur komið fram mjög beitt en málefnaleg gagnrýni á þá ákvörðun núna á allra síðustu dögum, sérstaklega frá tveimur hagfræðiprófessorum, annars vegar Þór Óli Matthíassyni og hins vegar Gylfa Zoëga. Það sem eru færið mjög góð rök fyrir því að þar hafi hagsmunir á ákveðina hópa, hávara hópa, þrýstu hópa sem mikið aðgengi að stjórnvöldum og nýttu það aðgengi vel, verið teknir fram yfir aðra hagsmuni og mögulega efnahagslega, svona heildræna efnahagslega hagsmuni þjóðarinnar. Og ég held að ef maður skoðar gögnin sem voru notuð til þess að undirbyggja ákvarðanir stjórnvalda sem eru nú ekkert rosalega beisin, það ein skýrsla sem var skrifuð af stýrihópi sem stjórnvöld skipuðu, 6 ráðuneyti skipuðu saman og þar farið fram einhvers konar hagrænt mat á afleiðingum þess að opna og ég taldi það nú til áðan að það byggir á minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem 8 blaðsíður og 7,5 af þeirri blaðsíður fjalla um ferðaþjónustuna. Og svo eru þarna 5-6 línur sem fjalla allt hitt. Þannig að það augljóst að það var ekkert farið í það að greina sérstaklega hvaða hagrænu áhrif yrðu á alla hina hópana sem mynda íslenskt samfélag, hvort sem það eru þjónustugeirar sem ekki beintið til ferðaþjónustu, hvort sem það eru skólar og námsmenn, hvort það séu eldri borgarar og svo framvegis. Þannig að slík ákvörðun tel ég auðvitað muni alltaf hafa pólitísk áhrif og man finnst það á umræðunni að hún hafi strax pólitísk áhrif. Ég held að verði líka þannig þegar núna líður á haustið og það byrjað núna síðustu mánaðamót og verður ennþá meira næstu þegar fleiri raunverulega detta af uppsagnarfrestum og við sjáum mikla rýrnun í kaupmætti hjá stórum hópum, þá verður kastljósið á stjórnvöld og þær aðgerðir sem það ætla að grípa til mun skærara og það getur orðið flókið viðfangsefni að takast á við þetta vegna þess að það blandast inn í alls konar aðra umræðu framfærslu. Það eru stórir hópar á Íslandi sem telja sig hafa verið skildir eftir árum saman varðandi framfærslu, öryrkjar, eldri borgarar,
ýmist fólk sem orðið fyrir áföllum eða dottið úr virkni og við erum með einhvers konar spagettí kerfi. Það eru alls konar mismunandi kerfi sem eru að grípa alla þessa mismunandi hópa og skila þeim flestum þannig að þeir eru mjög ósáttir með þá framfærslu sem er stendur til boða og eru einhvern veginn telja sér raunverulega hafa verið skilda eftir. Og svo eru þetta hinn faktorinn sem við höfum kannski eftir að sjá betur koma fram hérna á Íslandi en hefur komið fram sérstaklega til dæmis í Bandaríkjunum, að svona áföll, þeim fylgir líka töluverð aukin misskipting. Við höfum séð það reyndar hérna og náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum að hlutabréfamarkaði til að mynda fara upp við svona aðstæður og þar alveg fjármagnseigendur sem eiga hlutabréf, þeir hagnast. Þetta er kannski aðeins öðru sér hér vegna þess að 40–50% af hlutabréfum eru þetta lífeyrissjóða sem við eigum öll. En það eru líka fullt af einstaklingur sem eiga töluvert fjármagn sem er bundið í verðbréfum. Á sama tíma og kannski aðrir hópar í samfélaginu að vera fyrir búsið. Og auðvitað mun þetta allt lita það hvernig fólk mun nálgast stjórnmálum á næstum. Það er áföll þetta oft ræði fólks á bak við stjórnvöld. Ég var að leika mér að helgina því að fyrir í sumar hafði verið að tala ríki þar sem að konur væri við stjórnvöld kemur betur út. Ég skoðaði fylgi verkamannaflokksins í Nýja-Sjálandi og verkamannaflokksins í Danmörku og verkamanna sósíaldemókrata í Danmörku náttúrulega og Finnlandi og hægri flokkinn í Noregi, kristilega demókrata í Þýskalandi. Alls staðar voru þessi flokkar á miklu flugi upp á við. En ekki VG. VG er eiginlega á sama stað og þótt að ríkisstjórnin hafi aukist traust á ríkisstjórninni, að þá hefur fylgi VG, það var 11% fyrir COVID, það fór upp í 12% og það fór aftur niður í 11%. Það er eiginlega ekki þetta frétta, þannig að getur verið að þetta sé einhvern veginn öðruvísi hér eða getur verið að það sé eitthvað þannig að þetta traust á stjórnvöldum einhvern veginn skilir sig ekki til VG vegna þess að svo lítill flokkur, hann er ekki svona nógu leiðandi til þess að vera það. Kannt þú skýringar á þessu, Björt? Af hverju Katrín Jakobsdóttir og VG njóta ekki þessa svona sveiflu með stjórnvöldum sem að greina má allan heim? Líka í Svíþjóð þar sem hefur gengið illa að eiga við sósíaldemókrata. Þá vex líka fylgi sósíaldemókrata. Sko það sem hefur náttúrulega verið hingað til einkennandi fyrir allt þetta ástand í COVID hjá okkur í Íslandi er að það hafa allir verið dálítið svona fegnir því, bæði stjórnmálamenn og almenningur hingað til, að ákvarðanir virðast hafa svona legið bara hjá þremenningun góðu, sóttvarnateyminu. En það er auðvitað samt, ábyrgðin hefur svona verið færð þangað út því að það hefur svona almenn sátt það að svo eigi að vera. En svo auðvitað liggur alveg fyrir að það er bara mjög einfölduð mynd. Eins og við vitum að þá gerir sóttvarnalæknir einhverjar tillögur, það er ráðherra sem tekur þær inn á ríkisstjórnarfund og það er ríkisstjórn í samráði þar sem ákveður svo hlutina. En það hefur verið áhugavert að VG með Svandísi sem heilbrigðisráðherra og Katrínu Jakobs forsætisráðherra hefur dálítið svona skýlt sér á bak við sóttvarnateymið og það hefur gengið bara mjög vel hingað til. Það hefur nú verið bara mjög vinsælt að tala það eru svo klókar og réttsýnar að gera þetta. Já, og það hefur verið bara mjög athyglisvert, verð ég að segja núna. Það hefur svona hálfgerð mantra, meira hjá stjórnmálamönnum sem eiga nú kannski að hafa eitthvað sjálfsálit kannski, ég veit ekki, að tala á þann veg að það sé betra stjórnmálin sé ekkert að skipta sér af. Út af því að þetta hefur bara gefist mjög vel. En ef maður svona reynir að greina það dálítið, þá er það dálítið skrítið að stjórnmálamenn segi, já við eigum ekkert að koma nálægt þessu, það er bara betra einhver annar gerir það. Það er allavega skrítið að þau hafi þá skoðun, verð ég að segja. Ok, en núna er komið svona dálítið babb í bátinn út af því að nú eru farnar að koma svona misvísandi eða misskiptar skoðunar á því hvað skuli gera. Það gekk allt svo vel, það voru allir svo til í þetta, samstiltir og þetta var erfitt og það er erfitt fyrir alla og við höfum gengið í gegnum það að geta ekki sendt börnin okkar almennilega í skóla, í leikskóla. Leikskólakennarar og kennarar voru hálf hræddir við að mæta í vinnu
við þekkjum öll þessar tilfinningar og við vitum að við viljum ekki fara þangað aftur. Og svo tekin þessi ákvörðun meiri rýmkun á landamærum og það áhugavert finnst mér að svona þegar maður fara úr þessari rýmkuðu og bara sitja tilbaka og horfa eins og hver annar þegn bara í þessu landi að svona, sérstaklega það að stjórnarandstöðuflokkarnir virðast ekki hafa neina aðra skoðun á málinu en þeir sem að leiða, ríkisstjórnarflokkarnir. Það hefur helst hjá stjórnarandstöðuflokkunum, þetta ágætt, en mikið hefði nú verið gott ef við höfum verið spurð fyrst. Það er svo gott að hafa samráð. Engin gagnrýni í rauninni það sem var gert og hefur verið gert. En það kannski litast til þess út af því að það var mikil samstaða það hingað til. Núna svo komið þegar fólk og mertir menn og mikilsvirtir og óvéfengdir, margir hverjir, eins og Gylfi Zoëga, kemur fram og hann gerði það fyrst nú á vormánuðum, apríl minnir mig, kemur með þá gagnrýni eða þá svona þann vinkilinn í umræðuna, laumar að okkur, eigum við ekki að hugsa það, hvernig við getum haft það gott, bara þegnarnir á Íslandi, hvaða gæði viljum við viðhalda, hvað skiptir máli fyrir Íslendinga og landið í heild. Og þetta sagði hann fyrir löngu síðan og segir það svo aftur núna og heldur því fram með bara mjög góðum rökum að hagsmunir fárra ferðaþjónustunnar hafi verið teknir fram fyrir hagsmuni almennings með þeim ákvörðunum sem hafa hingað til verið teknar. Og þá allt í einu, þá enginn sem og mér finnst það bara svo skringilegt, þá enginn eins og bara Samfylkingin sem ég held að megi segja að eigi kennara sem dyggustu kjósendur, leikskólakennara, bara almennt verkafólk líka. Af hverju enginn þar sem hoppar á þennan vegg og segir já, við viljum bara líf okkar haldi almennilega áfram. Það sem ég bara segja mér svo skringilegt að sjá enga aðra umræðu og engan stjórnmálaflokk, það helst Kári Stefánsson sem orðinn bara einhvern veginn leiðtogi í umræðu hér þarna á móti. Það enginn annar sem tekur þetta upp. En ríkisstjórnarflokkarnir bara svona halda haus og gera það bara ágætlega ef maður horfir á þeim megin en það vantar kannski smá eitthvað mótvægi. Jón Trausti, ég spurði Gylfa að því að þegar hann flutti þetta erindi, ég held þetta hafi verið nú í byrjun maí á fundi upp í háskóla COVID. Nei, byrjun júní. Já, þá sagði ég spurði hann, hafði ykkur samband við þig til þess að athuga hvort það hægt væri að meta þessa tvo kosti saman út frá okkur hagfræðilegum útreikningum. Nei, hann kannast ekki það, hvorki stjórn með stjórnarandstöðu, hann sagði þetta bara og svo láði þessi setning bara þangað til að bylgja númer 2 gís upp. Björt sagði að ríkisstjórnin hefði staðið sér svona ágætlega, en hefur hún staðið sér svona ágætlega miðað við það að hún hefur ekki fengið rauninni neitt aðhald frá stjórnarandstöðunni? Já, hún hefur staðið sig vel í því að halda sig svolítið frá þessu, það alveg rétt, og af hverju var það skynsamlegt? Það vegna þess til dæmis að traust á Alþingi, sem fulltrúi, eða svona vettvangur fyrir stjórnmálamenn, 23%, en traust á almannavörnum mælist síðast 95%, þannig að í tilfelli eins og hér á Íslandi þar sem við erum að treysta svolítið á svona mjúkar aðgerðir, svona félagslegan samtakamátt, þá skiptir auðvitað svakalega miklu máli að við halda traustinu og vinna út á trausti og þau einfaldlega stjórnmálumennir hafa einfaldlega ekki það traust sem þarf til þess og við sjáum í öðrum löndum þar sem verið að beita lögreglunni á þegna til þess að framfylgja hörðum sóttvarnaaðgerðum með á endanum ekkert betri árangri heldur en hjá okkur. Hann að standa sig vel og ekki vel, það náttúrulega ekki til auðvelt svar við þessu og þeir sem telja sig vera með auðvelt svar við þessu, þeir held ég að séu kannski að einfalda málin eða gera lítið úr flækjustiginu, bæði sjúkdómi sjálfan og efnahagslega áhrif og svoleiðis. En mér hefur svona virst eins og ríkisstjórnin sé að fara í hinar og þessar áttir, ekki alveg búin að ákveða sig, ekki að undirbúa sig, ekki að flýta sér.
sjáum munin á sko ástandinu sem allt annað áfall í bankarunnu og eins vel og það gekk nú allt og eins vel mannað og kerfið var nú á þeim tíma með seðlabankastjóra sem var stjórnmálamaður og svo framvegis að fólk var að funda fram á nætur, fólk var að funda nætur, að drífa í því að klára málin. En hvað gerist hérna? Jú, það er farið af stað og það er komið með einhverjar lausnir, stuðningslán og brúarlán og svo fram til götunum. Svo líða mánuðirnir, engin stuðningslán veitt, brúarlánin ekki heldur, lokunarstyrkinir reynast vera svona eitthvað svona smávegis upp í leiguna hjá skemmtistöðum og svoleiðis. Við þekkjum þetta með fjölmiðla sem maður er náttúrulega vanhæfur til að tala sko, að þar var búið að ákveða styrki til fjölmiðla. Þeir áttu að vera afgreiddir fyrir, ráðuneytið var búið að ákveða, þetta var Alþingi ekki búið að samþykkja það, en þetta er ríkisstjórn sem stendur að þessu. Það var boðað fyrir lok mars gengið frá styrking til fjölmiðla norrænni fyrirmynd, ekki út af COVID, en svo kom COVID og þá var það röksemd til þess að fresta því og breyta styrkjunum og borga á síðar og þá meira til stærri fjölmiðla og svo framvegis. Þetta allt saman finnst manni svona vera mjög óþægilegt. Maður vill ekki vera einhver besservissir og þykist hafa öll svörin, en eins og Þórir nefna að rökstuðningurinn virðist ekki vera mjög ítarlegur fyrir ákvörðunum. Það er eins og svona, það mætti flýta ferlinu og taka fleiri sérfræðinga á efnahagsliðinni. Fólk almennt frekar sátt við aðgerðir gegn veirunni sjálfri, maður sér það til dæmis á þjóðarpúlsi Gallup, en aðeins minna sátt við efnahagslegar aðgerðir. Það er samt einhver, ef ég maður rétt þá held ég þriðjungur eða fjórðungur sem þykir ekki nógu vel unni úr því, en samt yfirgnæfandi meirihluti sem er svona samfélagslega sáttur við það eða allir hlutlausir við því. En svo þegar maður kemur að hinu þessum stóru spurningum núna á að loka landinu, á ekki að loka landinu, hvað ef við hefðum haft landið lokað? Hvað varum við að tala núna? Þá varum við væntanlega að tala að opna landið í einhverjum skrefum. Það er fullkomlega fyrirsjáanlegt að þessi faraldur kæmi í bylgjum. Það er ekkit, það voru litla líkur á því að það tækist að kæfa niður faraldurinn í öllum löndum. Og ef við veltum fyrir okkur, ætti að vera meira afgerandi svar, ætti að vera meira afgerandi leiðtoga. Sjáum til þess með Katrínu Jakobsdóttur, hún ekkert að reyna að vera sterki leiðtoginn, hún ekkert að reyna það. Ef einhver sterki leiðtoginn á Íslandi, þá var það líklega Kári Stefánsson sem svona mest afgerandi. En við sjáum hins vegar sterka leiðtoga í Bandaríkjunum, Trump, mjög sterkur leiðtogi, mjög afgerandi. Hann þorir, hann tekur á skarið og tekur sviðið og allt þetta. Við viljum augljóslega ekki það. Við viljum ekki Jair Bolsonaro í Brasilíu. Og við sjáum þessi tvö lönd ásamt Indlandi það sem líka fremur popúlískur leiðtogi. Þau eru leiðandi í fjölda smita, enda mjög stór lönd, og svo allt annað þegar þú horfir á, aðeins öðru sem myndin þegar þú horfir á í hlutfalli við mannfjölda. En já, Trausti, það er ekki dæmi hérna í Íslandi við Nýja-Sjáland, þar er sterkur leiðtogi, en lýðræðislegu leiðtogi, Jacinda Ardern, sem hefur staðið svona í stafni við þá stefnum að hafa landið bara lokað, að njóta þess að lifa í smitlausu samfélagi, og þar er ekki gær eða fyrrata það sem var komið 100. dagurinn, þar sem ekkert innanlandsmitt hafði mælst. Já, það var alveg hægt að gera samanburð á löndunum tveimur. Það er ferðaþjónusta töluvert fyrirferðar meiri á Íslandi heldur en í Nýja-Sjálandi eða nokkurs staðar. Ég veit ekki hvort að Ísland er allt öðru sér land, ef þú ert að tala um þjóðina, þá held ég að Nýja-Sjálandi er fjölbreyttara land, það er svona blíðara veðurfar og svo fram eftir göttunum heldur en hérna. Ég held að Íslendingarnir þrái meira að fara til útlanda heldur en Nýja-Sjálendingar, ef ég á að bara gíska, ég hef ekki séð neina kannanir um það. Þannig að það takast á þessi sjónarmið frelsi og hagsmuni og svona mismunandi hópar.
konur eru kvíðnari heldur en kallar hafa minni áhyggjur af þessu. Píratar hafa minnstar áhyggjur, en það samt hafa allir svona tölur áhyggjur. Miðflokksmenn hafa svipar áhyggjur allir aðrir en gera minnst í því persónulega. Það er mjög athyglisvert að skoða þessar kannanir hjá Gallup sem eru sundurgreinda niður á flokka. En já, ég held að það sé, auðvitað allir núna á þeirri línu að mjög margir eru núna á þeirri línu að við hefðum átt að fara sömu leið og Nýsjálendingar, en ég var erfitt með að sjá að það sem eðlilegt, Trausti, það eðlilegt, þú bara einhvers staðar og bendir á það sem gengur best og segja, mér langar í svona. Jú, en mögulega hefði við geta gert þetta öðruvísi, við hefðum mögulega, ég ætla ekki að segja vera með leiðan til þess, mögulega leita þetta mjög furðulega út þegar við vorum að opna og kom í ljós að það var ekkit almennilegt plan, það var verið að treysta á einkafyrirtæki sem að vildi síðan ekki vera í þessu, ætlaði bara að koma til neyðaraðgerða. Þetta lítur ekkit sérstaklega vel út, en þetta eru of miklar og flóknar grundvallar spurningar frelsi, hagsmuni hópa og svo fram til göttunum, og þetta er auðvitað orðið pólitískt, það er óumflýjanlegt. Og Jóhann, þú hefur fjallað svolítið efnahagsaðgerðirnar. Við höfum verið kannski meira að tala sóttvarnirnar núna sem það er bakslagið þeim og kannski að koma í ljós að planið sem var lagt upp með eða í byrjun sumars, að það reyndist svona. Efnahagsaðgerðirnar, það er eiginlega máli að segja saman þar, því að þegar það tekið saman hversu mikið af þessum aðgerðum fyrir utan atvinnuleysistryggingasjóðs og hlutabótaleiðina, að þá er mikið af þessum aðgerðum bara einfaldlega í strandi og hafa raunverulega ekki gengið eftir. Það hins vegar er miklu minna að fjalla það. Það er eiginlega, þegar maður svona horfir aftur að þá er stórkostlegir fundir sem þetta er kynnt og svo býst ég við því að maður gengið út á götu og spyrði fólk álit á efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar, þá myndi svona meginþorri fólks halda að það væri allt í fullum gangi og hefði verið settur tunna fyrir neðan allan leka. Það er ekki þannig, heldur. En samt einhvern veginn er það þannig að það er ekki almennilega komið fram í hvorki umræðunni, né svona að maður átti sig á því að það er ekki komna fréttir af því að það hafi fyrirtæki farið í gjaldþrot sem að reiknaði með því að fá stuðning frá ríkisstjórninni en svo reyndist ekki vera og þess vegna fóru við í gjaldþrot eitthvað slíkt, þannig að þær fréttir eru ekki komna. Býstu við að við munum sjá einhvern veginn svona vatnaskil í umræðunni svipað og hvað sóttvarnum varðandi efnahagsaðgerðir? Já, ég held að nú sé ansi svona kaldur COVID-vetur framundan þar sem efnahagslegu afleiðingarnar munu koma betur í ljós og eins og Þórður Snær benti á fleiri fara af uppsagnarfresti og á atvinnuleysisbætur og svo aðrir sem lenda á strípuð atvinnuleysisbótunum, þannig að þetta verður svona kaupmáttarskerðingin og kjararýrnunin mun fara að birtast það meira. En ef við kannski byrjum aðeins sóttvarnamegin, þá svona svolítið athyglisvert að sjá hvernig framan af virtist svona vera svolítið þögult samþykki einhvern veginn að halda sóttvarnarumræðunni ópólitískri einhvern veginn og það var svona hlegið svolítið að öllum sem reyndu að svona pólitísísera þá umræðu. Inga Snæland var bara hreint og mynd ströng. Já, Frosti og einmitt og þetta voru allt saman einhverjir COVID-ar og svoleiðis. En svo kannski verða ákveðin kaflaskil þegar einmitt ég ætla að baka þess málið með þetta er að auðvitað var þetta það var þessi mikla samstæða sem skapaðist sem er gott, en leið var ákveðin meðvirkni einhvern veginn fólkin í þessu og þetta að tala einhvern veginn algjörlega ópólitískar þetta tala sóttvarnirnar eins og þær var einhvern veginn aðskildar frá pólitískum og efnahagslegum spurningum var náttúrulega einhverju leyti leikrit og meira að segja sóttvarnalæknir talaði oft það að einhverjar aðgerðir væru of kostnaðarsamar til að ráðast í og svo framvegis, þannig að í rauninni skilyrtust eðli málsins samkvæmt skilyrðast sóttvarnaraðgerðir alltaf einhverju leyti af pólitík og efnahagslegum sjónarmiðum. En svo verður náttúrulega að vera ákveðin kaflaskil þegar ríkisstjórnin tekur það frumkvæði að setja fót vinnu við að opna landið, og þegar ég segi opna landið þá meina ég að gera undanþágur eða hætta að senda alla í 14. sóttkví og
það náttúrulega svona eftir á að hyggja og ekki bara eftir á að hyggja í rauninni eftir á að hyggja svolítið skringilegt hvað í rauninni hvað aðferðafræðin sem þar var beitt í rauninni var lítið gagnrýnd af því sko þessi plögg sem lágu þessum ákvörðunum að baki það var einhvern veginn það fór ekkert hagrænt mat á hagrænum áhrifum fram annað en eiginlega bara sem við kemur ferðaþjónustu. Og í þessum plöggum var meira að segja, það var sérstaklega talað það sem hagræna forsendu ég var að lesa þetta áðan, hagræna forsendu að það að opna landið ætti ekki að auka hættuna á frekari dreifingu veirunar. Sem er eitthvað sem ég held að sóttvarnayfirvöld hafa alltaf verið ósammála. Minnst okkur talar Kári það og Þórólfur líka, þau tala það sem einhvern veginn sjálfsagt mál að það að rýmka ferðatakmarkanir, það feli í sér aukna áhættu eðli máls samkvæmt á smiti og fleiri hópsýkingu. Þannig að þetta er allt svona svolítið skringilegt. En ég er kannski ekki alveg að tala skipulega En efnahagsaðgerðirnar, hverju spurningi þar aftur? Sko, já, ég var að velta hvort að það væri möguleika að kæmi saman svona vatnastíð þegar í ljós kæmi sem að það komið í ljós raunverulega að fæstar af þessum aðgerðum sem hafa verið kynntar að ganga eftir, en það eins og svona alvaran á bakvið að sé ekki komin fram. Einmitt. Og núna tala þríekið fyrir því að stjórnmálamenn taki svolítið boltan og sem kannski eitthvað sem þeir hefðu átt að gera meira fyrir löngu og sem þeir í rauninni gerðu án þess þó að viðurkenna það alveg, af því að stjórnmálamenn hafa einhvern veginn getað skýlt sér svolítið á bakvið þríekið. En það sem vantar núna náttúrulega að bara sérstaklega þeir flokkar sem vilja skapa einhvers konar valkost við þá ríkisstjórn sem við höfum nú þegar. Ég held að þau þurfi svolítið að fara að mæta í vinnuna sko og sýna að þeir hafa einhverja betri lausnir og einhverja framtíðarsýn að bjóða og ekki bara fyrir næstu vikur heldur fyrir næstu ár sko. Ég meina það er eitthvað plan til mótvægis við þessi ríkisstjórnin að bjóða. Já. Þórður, þetta er náttúrulega, ég átta mig á því að þetta er eiginlega óvinnandi þraut sem að leggja fyrir ykkur að taka 8 flokka í gegnum sko heimsfaraldur og heimskreppu og reyna að átta okkur á því hvernig koma út úr þessu. Bara það að við séum með 3 ríkisstjórnarflokka. Segjum að þetta er svona jarðsprengjusvæði sem að ríkisstjórnin að fara í gegnum. Myndirðu meta það sem svo að þeir vera allir í sömu hættu eða er þetta ástand sem er sérstaklega hættulegt fyrir VG að kannski sjálfstæðisflokkurinn komist upp með það að hafa haldið fram að hann gerði eiginlega allt til að bjarga atvinnulífinu og hann bara eiginlega vinni við það á meðan að svona breiðari ábyrgð ekki hjá VG og svo kannski sleppur Framsóknarflokkurinn með að þeirra vera þann ríkisstjórn þá eiginlega gleyma því Framsókn? Ég held að allt það sem við höfum verið að nefna núna sýnir þá fram á það að og það gerist eiginlega alltaf þegar koma svona áföll en það er kannski ennþá meira aðkallandi núna vegna þess að þetta áfall blandast inn í það sem er svona oftast kallað 4. iðnbyltinguna sem mun gera það að verkum að mikið magn á svona hefðbundnum störfum munu hverfa. Að það er orðið mjög aðkallandi að fara í dálítið stórar kerfisbreytingar á Íslandi sem snúa að því að tryggja mörgum hópum almennilega framfærslu, að jaðarsetja ekki fleiri hópa. Við erum auðvitað núna að fara að sjá eitthvað sem við höfum ekki upplifað áður, það er stór hópur erlendra ríkisborgara sem býr á Íslandi sem mun verða einn af fyrstu hópunum sem verður jaðarsettur sem afleiðing af þessum aðgerðum. Við erum búin að sjá erlenda ríkisborgara hjá Íslandi manna ferðaþjónustuna að nánast öllu leyti og þeim er búin að fjölga úr rétt rúmlega 20.000 í 50.000 erlendu ríkisborgurum sem búa hér. Fyrstu hópunum sem sagt upp og missi vinnuna og við sjáum það að atvinnuleysistölunum hjá Vinnumálastofnun miklu meira atvinnuleysi hjá erlendu ríkisborgurum en íslenskum ríkisborgurum. Þetta eru allt sko einhver efni sem þarf að takast á við og stjórnmálamenn hafa kannski komist upp með að gera ekki hingað til. Það eru aðkallandi kerfisbreytingavandamál varðandi sjávarútvegskerfið, varðandi landbúnaðarkerfið, varðandi ýmis mannréttindamál sem þarf að takast á við og manni finnst þetta að vera dauðafæri fyrir þá flokka sem skilgreina sig sem umbótaflokka, hvað sem svo fólki finnst þá, hvort sem það eru umbótarflokkar sem eru aðeins meira til hægri, miðjuflokkar eða umbótarflokkar aðeins meira til vinstri, að grípa þetta tækifæri. Þú alla flokkar nema ríkisstjórnarflokkana. Þú ert ekki að hluta til þeirra. Þú hefur ekki trú á miklum kerfisbreytingu frá
tillögum kerfisbreytingar í sjávarútvegi landbúnaði frá ríkisstjórninni? Við getum alveg sagt að VG skilgreinir sig sem umbótaflokk, en við getum líka sagt að VG hafa ekki hagað sér sem umbótaflokkur á undanförnum árum á meðan þeir hafa setið í ríkisstjórn. Það er augljóst að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn eru ekki umbótaflokkar í þeim skilningi vegna þess að þetta eru kerfin sem þeir bjuggu til og þeirra helsta pólitíska stefnu með undanförnum árum og áratugum hefur verið að verja þessi kerfi. Þú spurðir hérna hverjir fara kannski verst út úr þessu af ríkisstjórnarflokkunum. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé í bestri aðstöðu til þess að verja sitt og það sjáum við á könnunum. Hann er ekki nálægt því að vera það sem hann var, en er samt sem áður alveg jafn valdamikill og heldur þessum kjarnafylgi, hann verður líkast til nema eitthvað óvænt komið upp á með fylgi á bilinu 22–26%. Hinir flokkarnir hins vegar eru báðir að tapa tölur á samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn samkvæmt könnunum. Framsóknarflokkurinn mun lenda í gríðarlegum erfiðleikum, sérstaklega vegna þess að hann fekk náttúrulega útreið hérna í höfuðborginni í síðustu borgarstjórnarkosningum sem eru mikil viðvörunarmerki fyrir eina helstu vonastjörnu þeirra í stjórnmálum, Lilju Alfreðsdóttur, sem er þingmaður Reykinga og það er ekki fyrirsjáanlegt að hún geti fundið sér annað oddvitasæti einhvers staðar annars staðar á landinu sem staðan er í dag nema hún fari norðaustur og berjist á við Sigmund Davíð sem þetta er gaman fyrir okkur blaðamenn að fylgjast með en ég efast að hún leggi í. Þannig að VG fékk líka útreið í borginni, hún fékk rúmlega 4% sem er eiginlega ótrúlegt, ekkert að ykkur hefði trúað því hefði ég sagt að svona ári fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar að VG myndi fá 4%. Og það var klárlega refsing fyrir að hafa stigið inn með Sjálfstæðisflokknum inn í ríkisstjórn. Og ég held að þau vandræði munu halda áfram. Við höfum ekki séð VG taka neina stóra kippi yfir allt kjörtímabilið. Það sem er dálítið athyglisvert að það hefur verið hefur verið töluverður stöðugleiki í stjórnmálunum, sérstaklega í fylginu, ef við búum til blokkir úr þessum flokkum sem erum með fulltrúa á þingi. Það er að segja, það er þessi íhaldsblokk sem myndar ríkisstjórnina og þau hafa verið undir kjörfylgi nánast allt kjörtímabilið og töluvert undir. Við erum með þessa flokka sem skilgreinir sig sem umbóta sinna, þessa þrjá, Samfylkingu, Pírata og Viðreisn, sem hafa saman bætt við sig 8–10% nánast allt kjörtímabilið og svo ertu með hina tvo flokkana sem eru populískari og þjóðuræknari, flokk fólksins og Miðflokkinn þótt þeir séu sannlega ekki eins. Sem hafa líka verið með einhvers staðar kannski 13–15% fylgi og svo þetta vantar inn í þessa breytu það hvernig sósíalistaflokknum áttur að ganga vegna þess að í því framboðið sem sá flokkur hefur farið í þá þetta gekk honum feikna vel og sérstaklega í kosningabaráttunni og þannig að það er ákveðið wildcard þar sem áttur að sjá hvað áhrif þetta hefur á þennan stöðuleika en ég held að þessi stöðuleiki mun ekki haldast þegar líður að kosningum núna. Ég held að við munum sjá meira flakka á fylginu vegna þess að við erum að fara úr meðvindi og logni, efnahagslegu og samfélagslegu og undanförnu og yfir í töluverðan mótvind og ég held að þeir sem munu koma fram og nýta þau færi sem til staðar að bjóða upp á einhverja skýra valkosti og nýjar hugmyndir og kannski þora að gera þeir geta sópa töluvert að sér tiltölulega fljótt. Ég er sammála því sem margir hafa minnst á í dag að það kemur manni gríðarlega óvart og það sem er komið mest óvart hvað er mikið látið á meðal stjórnarandstöðuflokkana að sjá ekki tækifæri sem liggur fyrir þá til þess að koma fram með nýjar hugmyndir og vinna vinnuna sína, vera á fullu núna. Til dæmis þegar þessi ákvörðun var tekin, hún er auðvitað kynnt í maí að liðka fyrir opnun landamæra og hún er ekki framkvæmt fyrir miðjan júní og í millitíðinni er gríðarlegur tími fyrir þá að fara í heimavinnu og koma með mótrök eða skoða ákvörðuna út frá öðrum hliðum, fá sérfræðinga að borðinu, en það gerði engin neitt og svo fóru bara allir í sumarfrí. Og þetta veldur mér ákveðnum áhyggjum, ég viðurkenni það. Ég hélt að fólk sem virkilega hefði áhuga á því að hafa áhrif í stjórnmálum með almannaheilla leiðarljósi myndi haga sem öðrum hætti en við höfum séð. Björt, ég vonast ekki að nefna snör í heimsmanns húsi, að nefna afleiðingar þess fyrir flokka að ganga til stjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokkinn, því Björt framtíð eru nú bara alvarlega fyrir barðinu á því.
Ég var að skoða þetta svona í gegnum tíðina og þetta bara raunverulegt að flokkar tapa stórkostlega miklu svona frá 1/3 og allt upp í helmingnum af fylgi sín. Heldur að sé möguleiki að því að Framsókn og VG kannski standi frammi fyrir því í aðdraganda næstu kosninga að þeir séu bara að berjast fyrir lífi sínu, að baráttan séu að vera inn á þingi. Það ekki svo langt síðan að við sáum Samfylkinguna sem hafi verið fengið í kosningum 30% frá 5,7% í kosningum, þannig að kjósendur, refsivöndur kjósenda er hvass og grimmur. Heldur að annarkvæmst þessar flokkar geti í svo í erfiðleikum með að ná saman einhverju stefnu til þess að mæta í næstu kosningar, að kljúfa sig frá ríkisstjórninni, að frista ekki til þeir fyrir ráðherrana, að vera að verja góðu verk ríkisstjórnar þessu svo mikil að erindi þeirra gagnvart kjósendum verði sáralítið og þessi flokkar geti bara lent í vandræðum með að hverfa sem var að sumu leyti vandamál Samfylkingar, þannig að ekki vera að koma út ríkisstjórn, að þá var það vegna þess að Samfylking hafði eiginlega ekki fundið erindi sitt í kosningunum 2016 fyrir voru bara láfið að þeir mundu bara deyja. Já. Sko það eitt sem maður þarf aldrei að minna sig á, þeir sem svona fólk kannski eins og ég og þú og allir sem eru á þessum fundi og kannski þeir sem horfa líka á þetta og þeir sem sagt mikið að fylgjast með stjórnmálum, að það að kannski meginþorri fólks gerir það ekkert sérstaklega mikið svona heilt yfir. Það skiptir svo miklu máli hvað gerist rétt fyrir kosningar. Og þess vegna skiptir alveg gríðarlega miklu máli hvernig þessi vetur verður, hvernig spilast þið mitt úr þessum brúarlánum sem ég hef ekki heyrt að neitt hafi fengið og allt þetta, hvað einmitt, eins og þú segir, hvað fyrirtæki að fara í gjaldþrot, hvað kemur upp þarna sumarið, vorið og sumarið og svo fyrir við í kosningar. Og það mun hafa áhrif á VG og Framsókn helst. Það meiri stabilitet held ég hjá Sjálfstæðisflokk, það sem að fólk bara voða ánægt með sinn mann Bjarna held ég í Brúnni og svo þær tvær Þórdísi Kolbrúnu og Áslaugu sem hafa vaxið fyrir sitt fólk, bara absolutt. En sko það ekki það sama hvað gerist í borginni hjá VG og það sem gerist á landsvísu, einfaldlega út af því að Katrín Jakobsdóttir hefur svo gríðarlega mikið persónufylgi og fólk fyrirgefur henni svo mikið út af því að treystir henni og bara líkar við hana og vill hafa hana. Þannig að hún ofboðslega öflug. Þú meinar þá inn í VG eða út í samfélaginu? Já, bara, þannig að ég ekkert viss það að VG eftir að tapa ofboðslega miklu fylgi í næstu kosningum. Ég held að það bara snúist mjög mikið hennar persónulega fylgi. Svo þetta alls konar vesen þarna, hvort að Rósa Björk Brynlaugsdóttir fari úr VG, þú veist, hún þarna oddviti í suðvestur, hver þá að fara að vera það? Það og svona það alls konar svona vesen einhvern veginn sem einkennir oft VG, en þau einhvern veginn ná alltaf að einhvern veginn bara finna út úr því og svona lulla í einhverju svona ágætu fylgi og komast inn í ríkisstjórn. Þannig að ég spái því, þó svo það verði mikil, nema það verði bara einhver gríðarlegt áfall sem auðvitað getur mjög vel verið. Annars vegar fyrir bara það fólk sem eins og Þórður hefur rakið, fólk sem hefur það verst og svo líka fyrirtæki nefnilega. Líka þá sem að kjósa og hafa alltaf verið bundnir Sjálfstæðisflokki. Þau geta farið þá að Viðreisn frekar út af því að það alltaf Þorgerður Katrín absolutt greinilega að vera og Samfylkingin auðvitað hefur og þið og Sósíalistaflokkurinn hefur mikil tækifæri til þess að koma fram og svona tala við sitt fólk. VG einhvern veginn kannski síst hvað þetta varðar. En svo það Framsókn. Já, svo það Framsókn sem að kemur mann einhvern veginn alltaf á óvart, en þau hafa samt í kosningum sem sagt. Þau hafa verið mjög, ég meina Lilja það hefur verið mikið að vera hjá henni, en oft þannig að aðilar og fólk með henni ríkisstjórn hefur ekkert verið voðalega glatt. Munið það til dæmis þegar hún var boðberi þeirra vondu tíðinda, eða sagði það fyrst,
að við myndum ekki recovera úr þessum faraldri fyrir að bóluefni fannst. Það var allt brjálað í samfélaginu þegar hún leyfði sér að segja þetta. Og nú vitum við meira og ég man að Þórdís Kolbrún, hennar sami ráðherra, sá sérstaklega ástæðu til þess að mótmæla henni á sinni Facebook síðu og var ekki með henni í liði hvað þetta varðaði. Svo bara staðan þannig að þetta líklegast það sem við erum fara að horfa á. En hún var boðberi leiðilega tíðinda og það var enginn til í þetta að hlusta á þetta. Og hún fór nögtin síðast hér í Reykjavík. Hún auðvitað hefur haft þetta MeToo svona fylgi, eða hvað ég segja, ekki fylgi, heldur meira bara svona umtal og á hann sér virðingu. En ég held, og það var áhugavert að sjá, þeir sem eins og Jón Trausti að rýna í Gallup og allt það, ég ekki viss að það sé hennar kjósendur sem eru mest ánægðir með hennar framgöngu þar. Ég held að sé bara mest konur og jafnvel kallar í Samfylkingunni sem voru mest ánægðir með það, hvernig hún tók á því. Þannig að þetta er gleymast, þó fólk tali mjög digurbarkalega og ég ætla kannski ekki að segja meira í þessar umferð en þetta, er að ríkisstjórnarflokkarnir munu reyna allt hvað þeir geta að halda saman og ef það gengur mjög illa og það er tæft, að þá munu þeir taka Miðflokki með sér í ríkisstjórn út af því að á endanum snýst þetta mjög mikið að vera við völd þó að kannski enginn geti trúaði núna að þetta fólk myndi vilja vinna saman. Þá spá ég því. Jón Trausti, ríkisstjórnarflokkarnir að fara í kosningabaráttu með góðu verkin, allir ráðherrarnir að auglýsa sig og þeir hafa náttúrulega gríðarlegt batteri í kringu sig. Ég var að reyna að meta daginn með því að skoða starfsmenn stjórnarráðsins og mér sýnist að þessu fleiri blaðamenn sem vinna beint hjá ráðherrunum heldur en að vinna á fréttastofu ríkisútvarpsins. Þannig að þeir hafa hver sig gríðarlega maskínu til þess að ýta undir svona eigin presens. Þeir fara allir í kosningabaráttu með góðu verk ríkisstjórnarinnar og þeir hafi staðið vaktina og ég veit ekki eitthvað svona eins og Kjörsur gerði eftir stríð, að þeir hafi leitt þjóðina í gegnum hörmungarnar. En eins og staðan er núna, þá eru þeir undir kjörfylgi, þannig að eftir er alltaf spurningin það hvaða flokkur það sem að mun svo ganga inn í ríkisstjórnina. Maður er svolítið erfitt með að sjá þetta, hvernig þetta getur gengið upp, að þú getur bæði einhvern veginn verið að þétta raðirnar í kringum þess að 3 flokka, vitandi það og þarft að taka inn 1 varahjóli viðbót og ég veit ekki alveg hver stemmingin í samfélaginu er fyrir það, því að þá eiginlega horfa kjósendur eiginlega upp á það að við erum með þessa 3 ríkisflokka og svo verðum við með 4, svo í næstu kosningum að þá munum við bara bæta við 5 og við erum líklega með þessa ríkisstjórn svona til 2050. Já, ég veit ekki hvort að þessi hópur sé að fara að bæta Miðflokknum og Sigmundi Davíð Gunnlaugsinni við sig, en hins vegar þá er þessi ríkisstjórn meðal ágætis traust. Hún mælist alveg með 50%. En ekki flokkarnir, flokkarnir eru kjörfylgjum. Trausti til ríkisstjórnarinnar sem mælist núna og hefur mælst undanfarið, það er bara svipað og traust til ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar þegar hann var hér og deildi að drótnaði. Já, en þá var Sjálfstæðisflokkurinn oft með 45% í skoðunum, bara einn. Jú, og núna sjáum við að VG hefur fallið alveg töluvert mikið. Aftur þetta persónufylgi Katrínar fleytir þeim örugglega mjög langt. Hún hins vegar, ég held að það verði svolítið erfitt þegar það kemur að því að fara í kosningabaráttu og þá fyrir VG að fara að tala sín áherslumál. Því ég veit ekki, það eru flestir búin að gleyma því hvernig þetta var í síðustu kosningabaráttu. Ef við má vitna hérna bara í færslu frá Katrínu fyrir kosningar. Við getum hækkað afkomutengt veiðigjöld á útgerðina og tryggt tekjur fyrir afnot af öðrum auðlindum. Við getum gert skattkerfið réttlætara með að taka þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt og svo framvegis. Þau náttúrulega hækkuðu þessu fjármagnstekjuskattinn og breyttið þess. Við getum tekið upp hóflegan auðlegðarskatt á hreina eign yfir 200 milljónum. Við getum tekið upp hóflegan hátekjuskatt á tekjur yfir 25 milljónir á ári. Þetta var svona það sem tók svona helst eftir í viðtalsþáttum við Katrínu á þessum tíma og þessu hefur hún náttúrulega ekki náð í gegn en hefur lagt áherslu á stöðuleika.
getur verið sem að var kosningalofur Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu kosningar. Já, sem er svolítið meira stjætt og allt þetta, sem þetta er svolítið meira þeirra stíl. Þetta er náttúrulega ekki róttækur flokkur, þó við getum alveg hort í ýmis umhverfismál að hefur verið, þú ert með þarna fyrrverandi framkvæmdastjóra Landverndar sem hefur verið að friðlýsa hægri vinstri, nú síðast í dag Kerlingafell, en svo er spurning, þetta er svolítið öðruvísi kreppa heldur en síðasta kreppa. Þar var alveg augljóslega hægt að vitna í fjölmörg orð og aðgerðir stjórnmálamanna sem höfðu hegðað sér afglappalega og hagsmuna árekstra og svo frameftir göttunum. Núna verður vissulega rýnt í þetta, en ein af áhrifum COVID-faraldursins er ásókn í svona það sem fólk þekkir, einhverja trausta aðila, það gildir fjölmiðla og geti gilt líka hugsanlega stjórnmálamenn upp að einhverju marki, hvort fólk muni jafnvel bara fylgja sér bak við þessum traustu flokkum. Að því sögðu þá eru þetta er orðið svo fjölræðislegt í rauninni með einhverja 6 flokka eða svo sem eru 10% flokkar pluss mínus 5%. Miðflokkinn Pírata VG sem náttúrulega var í 16,9% í kosningunum, en er fallið niður í einhverja 11%, og Framsóknarflokkinn sem er komin vel undir, Samfylkinguna sem er stokkin upp í 15% í síðasta þjóðarpúlsi og jafnvel meira í síðustu könnunum, og svo náttúrulega mjög áhugaverður flokkur Píratar sem eru núna hafa þroskast svolítið mikið. Það er náttúrulega fóru þarna með heimiliskautum á tímabili á síðustu árum, mældist vel yfir 30% á einhverju tímabili í stuðningi. Það virðast í dag vera eiginlega frekar að bæta við sig í stjórnarandstöðu heldur en Samfylkingin og Viðreisn. Það veit á tímabili að Viðreisn ætlaði að taka þetta og svo Samfylkingin, en svona undanfarna mánuði þá er það frekar að Píratarnir séu að vaxa mest í stjórnarandstöðu. Já, manni finnst einhvern veginn eins og þeim hafi bara gengið líka betur í að halda friðinn. Innandýra þá, eða innandýra? Innandýra, sko. Og svo eru þessi þingmenn búin að vera nokkuð lengi. Þeir eru augljóslega komin með góða þekkingu á kerfinu og góða almenna þekkingu, eru misjafnlega en samt gagnrýnir, jafnvel svona aggressífur á köflum. Þeir hafa hingað til gert svolítið mikið út á, nú er alltaf ekki einfalda þeirra stefnu, en þeir hafa gert svolítið út á spillingamálin að koma svona til mótvæðis gegn þeim. En eins og ég segi, það verður kannski svolítið erfiðara núna í þessari kreppu að benda á einhver sérstök spillingamál, en þeir eru samt líka mjög svona vinnusamur umbótaflokkur og gætu en geta þeir náð einhverju fylgi með því, maður veit það ekki. Er þetta ekki of svona flókin mál, og svo komið hinnu þetta hefðbundna vinstri fylgi. Þá meina ég vinstri fylgi sem vill gera breytingar og umbótasinnað og breytingarsinnað vinstri fylgi, fer það til VG aftur? Mun einhver kaupa það að Katrín haldi fram að það verði einhver hátekjuskattur og svo fram eftir göttunum þegar við höfum alveg séð hvernig þetta virkar? Og mun það fólk fara til Samfylkingarinnar, eða mun það fólk fara í sósíalista eða bara eitthvað allt annað? Og svo eins og með Miðflokkinn, þar hefur Sigmundur náð að finna sér mjög traust pláss á markanum, virðist vera með og er að höggva í það alveg markvisst núna með greinunum sínum í Morgunblaðinu. Þannig að þetta getur margt gerst, en svona og COVID sem áhrifaþáttur, svona heldur aðalatriðið er að hafa í huga að það verður allt önnur áhrif á pólitík af þessari kreppu heldur en þeirri síðustu.
Það alveg ljóst að það verða svo mikla breytingar að við skulum bara biðja að það verði enginn sem horfir á þennan þátt eftir 1 ár og hlærað okkur því að það verður allt annar veruleiki sem verður heldur en að við erum að ganga út frá hér. Það nú bara leikur þegar maður að tala um framtíðin. Eitt sem ég var að hugsa að tala um Píratana, þeir eru raunverulega heppnir að hafa ekki formann af því að raunverulega held ég að ef maður færi út á götu og myndi biðja fólk að nefna þingmenn flokkana að þá getur eiginlega flestir nefnt alla þingmenn Pírata, en fólk myndi lendi í stökustu vandræðum að nefna þingmenn þar sem að formennir eru meira áberandi í miðflokknum og jafnvel eins og í Samfylkingunni. Þeir eru náttúrulega ótrúlega áberandi með að vera bara, þeir eru ekki bara 6. Það er bara 6. Mjög áberandi með það. En Jóhann, hérna Sigmundur Davíð, hann er svona pólitískt ljón ef einhver það. Hann er svona líklegastur allra stjórnmálaleiðtoga að stela umræðinni fyrir kosningunum með einhverjum sem við sjáum ekki fyrir. Það annars vegar það. Og svo þetta náttúrulega klofningsframboð út úr Framsóknarflokknum, þar sem að það hluti flokksmanna sem ganga út úr Framsókn. Eftir situr Framsókn sem minni flokkur heldur en klofningurinn. Og bara í hverja einustu könnun fyrir utan einhverja 2 strax eftir Klausturmálið. Þetta hlýtur náttúrulega að vera fyrir þá sem eru inn í Framsókn mestu því óþolandi. Þetta vera dauðadómur allra formanna sem að Sigurður Ingi gerði. Að bjóða sig fram gegn sitjandi formanni, kljúfa með því flokkin og sitja eftir í flokki sem er minni en klofningurinn sem að fráfarandi formaður stofnaði. Þetta er eiginlega ævintýrlegt að hann skuli hafa lifað þetta þó lengi. Hvað má búast við ykkur uppgjöri þarna á milli, annars vegar að það verið tilhneiging til þess að reyna að sameina þetta, eða ef að svo ekki að Sigmundur Davíð muni draga endalausar kanínur upp úr sína matti. Já, ég meina undir öðrum kringumstæðum hefði maður náttúrulega kannski búist við því að Lilja yrði formaður, en hún er búin að vera í vandræðum með ráðningamál, búin að fá dóma og svoleiðis sko, þannig að það geti staðinni svolítið fyrir þrifum. Sigmundur er náttúrulega eins og hann er sko, og hann er búin að fara svolítið á þessi svona alt-right mið undanfarna vikur og mun eftir vill bara halda því áfram og kannski er það bara ágætis veðmál hjá honum svona þegar fer að harna í dalnum og fólk vantar einhvern til að skella skömminni á. Þá er oft eftirleikurinn auðveldur fyrir svona pólitíkusa. Það ekki hægt að gera ráð fyrir því að stjórnmálamenn sem er stefnu sem að leiði til svona sameiningar og sáttar í samfélaginu þegar þú ert til þess með Trump sem að raunverulega gerir út af sundrungu og er forseti Bandaríkjanna, leiðtogi hins frjálsa heims eins og sagt sem að gera bara út af sundrungu, þannig að ég held að við ættum ekki ráð fyrir að hafa allavega 1, 2, 3 flokkar sem er raunverulega að fara á leiðina frekar heldur en hitt að við losnum við það. Já. En já, varandi VG sko, þá held ég að ef Katrínu á að takast að ná vopnum sínum, þá held ég að hún myndi ekki gera það endilega með því að fá atkvæði frá sama fólki og kaus hana síðast. Ég held eins og ég hef bara talað við íhaldsfólk og svona sem er mjög ánægt með Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra og vill helst bara hafa hana þar áfram. Þannig að ég hugsa að kosningabarátta VG geti alveg mótað svolítið af því. Ég er ekkert viss að VG muni presentera sig sem sérstaklega róttækan flokk í næstu kosningum eða að það væri endilega farsælt fyrir flokkin. Já, það Sigmund Davíð þá gerði vera leik síðastliðið vetrar að hringja í fólk eiginlega svona random og tala við pólitík. Það var eitthvað svona tilraun sem ég gerði til þess að lokast ekki inn í eigin búblu og það var stórmerkilegt, ég hvet allir til þess að gera þetta. Það sem maður átt að segja á er ótrúleg sárindi meginþarfa fólks gagnvart stjórnmálum. Svona 80% fólki finnst að vera svikið af stjórnmálum og trausti þar á milli er eiginlega í hringnum. En svo spurði ég náttúrulega hvort að fólk hefði orðið var við hinn á þessa flokka og eiginlega eini flokkurinn sem ég var við að hringja í fólk bara út allt land, töluverðan hóp, vel á 200 manns. Það var miðflokkurinn og Sigmundur Davíð. Ég talaði mann sérstaklega fyrir samtölu við bónda í Þingeyjarsýslu sem að við spurði hann er ekki Framsóknarflokkurinn alltaf sterkur þarna hjá ykkur? Ég hef ekki séð Framsóknarmann í 10 ár.
En við verðum varðið Miðflokkinn og Sigmund Davíð, við ætlum að halda fund í Sauðfjárræktarfélaginu eða hvað þetta heitir hjá bændunum, að þá hringi Sigmundur og spyr hvort það megi koma og droppa við og sitja á fundinum. Og þá áttaði mig náttúrulega því að það er ekki bara svo mynd sem Sigmundur er að vinna og Miðflokkurinn, og ef við horfum tilbaka þá er náttúrulega Sigmundi tekist að búa til út úr klofningi sínum út úr Framsóknarflokknum raunverulegan stjórnmálaflokk á miklu skemmri tíma, til dæmis sem Albert Guðmundssyni tókst ekki að gera út úr Borgarflokknum eða Jóhannu Sigurðardóttur út úr Þjóðvaka eða neinum öðrum hefur tekist. Þannig er komið með Miðflokkinn í svona þroskastíð stjórnmálaflokk miklu lengur heldur en nokkur annar af svona einarðri vinnu og dugnaði. Þannig að Þórður, ég ætla að spyrja þig, hvað með Sigmund Davíð og Miðflokkinn? Ég held að það séu alltaf tækifæri fyrir popúlíska flokka í svona aðstæðum eins og við erum í núna. Það er alltaf... Og séu meiri eftir því sem að kreppan verður. Það er ekki þannig að kreppan ekki sviði af þeim, heldur það séu meiri tækifæri. Sigmundur Davíð hefur sýnt það að hann er góður í því að svona búa til einföld og skiljanleg skilaboð og svona spila á stundum það sem mér hefur þótt lægstu hvatir mannlega eðlis til þess að verða sér út fylgi, búa til stór loforð, stór einföld loforð og stórar svona einfaldar lausnir á mjög erfiðum og flóknum vandamálum og pakka þeim einhvern veginn inn þannig að það sé hægt að selja þetta tiltölu auðveldlega. Það er líka þannig að því fleiri skandala sem hann gerir og því meira sem hann hefur skotið sjálf sig í fótinn og því meira sem hann hefur gerst í svona geislavirkan fyrir því sem hann getur sagt svona miðjumóðin á Íslandi, þá verður hann svona bírarnar í stjórnmálumar. Meira sem þú skammar hann því feitari verður hann á Þjóðspítalanum. Já, og má segja það. En þú veist, og þá er þá sér hann að það eru minni möguleikar einhvern veginn að mála sig upp kannski sem einhvern svona, maður leyfir sér að sletta normkor stjórnmálumanni eins og hann var þegar hann kom fram, þegar hann tók við Framsóknarflokknum á sínum tíma og hann færi sér miklu meira í átt að þessum altræt popúlísku áherslum sem er að finna víða í pólitík í Vesturheim í dag og hann er svona, hann er auðvitað hundaflautari, hann segir hlutina venjulega ekki beint út, heldur gefur hann mjög sterkt í skinn og verður síðan svona ægilega hneykslegur þegar fólk segir hann sé rassisti eða hann sé þetta og hitt. En þú veist, það skal enginn vanmeta hann vegna þess að hann er góður í pólitík og sérstaklega góður í þeirri pólitík sem hann er í og hann er rosalega brynjaður fyrir allri gagnrýni og hann kann rosalega vel að spila á andstæðingarna sinna og kann að finna veikublettina á þeim. Ég held að það sé maður á aldrei að segja en þú veist, þessi ákveðin pólitískur ómöguleiki að minnstakosti í þessari atriðinu að það sé hægt að sameina þessa tvo flokka eins og staðan er í dag, bara einfaldlega vegna þeirrar persónulega heiftar sem er á milli þeirra sem leiða það og Sigurður Ingi þegar búinn að gefa út að hann ætli sér að sækjast eftir því að leiða Framsóknarflokkinn áfram. En er það raunhæft? Hann myndi ekki... Er það raunhæft að Framsóknarflokkurinn fari með þennan formann áfram sem að klauf flokkinn og skilur hann eftir svona lítið? Ég held að hann myndi ekki gefa þetta út á þessum tíma sem hann gerði það nema hann teldi sig vera með mjög tryggt bakland í því svona kerfi sem er og velur formann Framsóknarflokksins. Vegna þess að hann veit alveg að Lilja bíður í skugganum og það er búið að vera svona illa falið leyndarmál lengi að það er svona kergja innan Framsóknarflokksins vegna þessa. Þau eru að reyna að vera svona með sameinaða ímynd út á við vegna þess að flokkurinn er mjög laskaður eftir þennan klofning og þau eru að ganga illa í skoðanakönnunum eins og minnst á áðan að þótt að Lilja sem er mikið persónufylgi sem ráðherra þá endurspeglast það ekki með neinu leyti í fylgi flokksins en því það er eitthvað annað fólk sem kann ágætlega við hann en dettur sig ekki í huga að kjósa flokkinn. Ég held, að Sigurður Ingi muni leiða flokkinn í gegnum þessar kosningar vegna þess að ég sagði náðan. Ég held að hann myndi aldrei gefa það út að öðru leyti. En ég held líka að flokkarnir séu of ósamrýmanlegir stefnulega séð eins og staðan er í dag til þess að keyra það aftur saman og ég tel að það verði aldrei hægt að gera það nema Sigmundur Davíð fengi að vera aðal. Og ég áttur að sjá þá sem urðu eftir í Framsóknarflokknum núna með að við svona óþóli sem ég skynja þar hjá svona persónulegt óþól hjá mörgum gagnvart honum að það geti gengið eftir í nánustu framtíð. En að því sögðu þá er þessi þetta er svona
eitt af því sem ég skemmtilegast í kosningar þegar stjórnmálamenn fara að reyna að sannfæra mig pólitíska ómöguleika og að hvít sé svart og svo framvegis, eins og til dæmis eftir kosningar þegar kemur að stjórnarmyndunum og þetta var mjög áhugavert til dæmis eftir síðustu kosningar þegar VG-liðarnir og allt liðið í kringum framámennina þar fór að hringja út allt að reyna að sannfæra fólk í samtölum og þetta væri raunverulega eina boðlega leiðin, annars stæðu frammi fyrir einhverju stjórnarkreppu sem myndi standa fram á næstu öld og þetta var bara fólk að reyna að sannfæra sjálft sitt í gegnum samtöl við aðra vegna þess að, þú veist, fyrir flesta, þú veit að eins og Jón Trausti Þuldiðn og báðan sem horfði á stefnuskrá flokksins fyrir kosningar, þá var hann komin í einhvern veginn allt annan gír mjög fljótlega eftir og það þarf að geta sannfæra fólk það sem heyrði það sem þau sögðu fyrir kosningar og hvað þau sögðu fyrir kosningar. Þannig ég held að við munum sjá þetta líka ef framfyrir sem horfir með alla þessa flokka, 8 eða 9 flokka sem munir að berjast það að komast inn á þing. Ef að þeir verða 7, þá munu þessi 7 njóta þess í viðbótarfylgi að þessi 2 sem munu taka eitthvað fylgi til sín sitja eftir. Ef þeir verða 9, þá voru við að fara að upplifa einhvers konar pólitískan sirkus sem við höfum ekki upplifað áður og einhverja samsetningu á ríkisstjórn sem verður mjög áhugaverð. En það bara ofsnefnt að segja þetta alveg núna. Ég sammála því sem Björn sagði náðan. Þetta svona síðasta árið eiginlega aðaltíminn og ég hefði verið séð það sérstaklega frá næsta vori þegar þingið líður og loku þingsins þá hvernig línurnar liggja og við erum að fara að horfa á svona í fyrsta sinn að fá alvöru kosningabaráttu yfir sumartíma. Við fengum það ekki 2016, 2017 þóttu við vorum með þingkosningar haustið. 2016 vorum við bara einhvern veginn dauðfegin að vera laus úr öllu þessu pólitíska karp og horfum bara á fótbolta og 2017 auðvitað vorum við með svona það sem heitir ensku shotgun kosningar, bara þing rofið og kosið kortir seinna. Þannig að núna erum við að fara að sjá alvöru allu kosningabaráttu, allir stjórnmálaflokkar sem eru á þingi með fullar hirslur fjár, nýjan stafrænan veruleika til þess að berjast á. Ég held að við möttum að sjá fyrir okkur svona þetta litla brot sem hefur gríðarlegan áhuga á þessu öllu saman sem auðvitað almenningur hefur ekki mjög skemmtilegan tíma. Björn, við má enda hjá þér því að við höfum talað miðflokkinn hafa verið talað svona líkurnar á því að þeir reyni að tala á útlendinga andúðs í aðdraganda kosninganna sem svona sem lá fyrir löngu fyrir COVID og kreppuna að væri möguleiki og sömuleyti þá var flokkur fólksins að gefa þessu undir fótinn. Magnús Þór Hafsteinsson starfsmaður þingflokks fólksins og hann færði Frjálslyndaflokkinn á sínum tíma yfir á þessar brautir. Finnst þér líklegt að komandi kosningar gætu einhver leyti snúist þetta að veri reynt að fá atkvæði láglaunafólks, öryrkja og eftirlaunafólks og þeirra sem að hafa það allra verst í samfélaginu til þess að kjósa flokka sem eru benda á að ógnin sé frá erlendu fólki eða Ísland bara of lítið og bara of lítið land til þess að bera svona stjórnmál? Já, það náttúrulega leiðilegt að segja það. Það náttúrulega tækifæri í því að já, bara eins og ég segi, ömurlegt að segja það er tækifæri í því að einhvern ógn koma utan og vondu útlendingarnir einhvern veginn séu að bera hér eitthvað inn og tækifæri í því fyrir einhverja sem að spila ættu að vilja spila það. Ég veit ekkert hvað miðflokkurinn myndi gera þar en ég held að það sé bara ágætt að skoða söguna og út af því að það er margir sem að halda kannski hingað til að miðflokkurinn verði alltaf svona 10-12% aldrei meira % flokkur, kannski 8-12. Sigmundur Davíð hefur tekist það og með Framsóknarflokknum að verða miklu stærri flokkur eins og hér var rakið áðan með mjög solid kosningaloforði sem að virkar alltaf og sem ég og við í Bjartri framtíð vorum náttúrulega mjög á móti og fengum eiginlega skömm fyrir að það er bara að bjóða fólki pening einfaldlega og það verður nægt svigrúm með skuldaleiðréttingunni eftir síðustu kreppu og það er svo almennt, það verða svo margir sem að verða bara að búa við bákjör er búin að endurfjármagna núna húsnæðin sín eins og Gylfi Zoëga fór yfir, það er búið að taka svona ábatan á því, lifa vel í sumar og allt það, svo fara fleira að vera atvinnulausir, það er ekkert rými til þess að taka út
einhverja milljónir og svona reyna að fleyta sér yfir skaflinn sem svo lengi var talað og þá fer að kreppa hressilega bara eins og gerist eftir síðustu kreppu og jafnvel fólk að getur ekki borgað húsnæðislánum, þetta mun gerast, ég spái því og þá komið svona COVID-leiðrétting, loforðum COVID-leiðréttingu. Já, ég spái því og það er svo margir sem munu segja, grípa það fegins hendi, bara eins og gerðist síðast, bara ef við lærum af því. Það eru svo fáir sem og ég skil það alveg, bara slá hendina á móti því og það myndi ég ætla að væri svona spila upp í erminni og þó ég sé ekki hlynnt þannig meðferðum á almannafé eða ríkiskassanum, en ég gæti best trúa því að það verði eitthvað svoleiðis leiðrétting númer 2 sem að muni valda því að þeir sem að stokka á það fyrst kaupi sér atkvæði. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að setja þetta niður og ræða svolítið framtíðina. Það er kannski svolítið þröngt svona hvernig ástand og horfur eru stjórnmálaflokkunum, en að mörgu leyti erum við bara að tala ástandi í samfélaginu í dag. Björt Ólafsdóttir, Jón Trausti, Þórður Snær og Jóhann Páll, kærar þakkir og hlustundum þakka ég fyrir að hlusta á okkur. Ég bendi fólki á að það getur farið inn á samstöðuna á Facebook og á YouTube. Þar eru margir þættir með Rauða borðið meðal annars, en líka mjög fróðleg erindisþættir, svona getum við kallað það. Það sem við vorum farið bæði við ríkisfjármál og dómsmál núna helgina. Það eru líka þættir inn í Reykjavík og Öryrkjaráðið. Bráðum byrjar kvótinn heim aftur, sem er þáttur sem Ögmundur Jónasson með. Síðan erum við með heimasíðu, þar er hægt að ganga í Alþýðufélagið sem er fjárhagslegur bakhjarl þessara útsetninga. En við sjáumst aftur við Rauða borðið á morgun á sama tíma klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.